Velkomin til leiks á Hrókurinn TV. Þetta er svona nýtt innlegg hjá okkur á síðunni. Við ætlum að hafa svona myndbönd á YouTube-rás sem hægt er að spila á síðunni. Og stefnan er að hafa, allt og ekkert. Bæði hafa skemmtun, fróðleik, jafnvel viðtöl, sýnishorna frá viðburðum og mótum og þar að fara með til göttunum. Fyrsta sem ég ætla að gera er að taka eina létta hraðskák á netinu og sýna ykkur hvað fer fram. Þetta er á skákþjónunum ICC, ég er með hvítu mennina og við höfum báðir 3 mínútur, þannig að það er mjög erfitt að útskýra einhverja strategíu. Við reynum bara að hafa gaman að þessu. Þetta er svokallaður enski leikur. Ég legg G4 hérna til að skásetja biskupinn sem er mjög algeng leið í mörgum byrjunum og kalla fianchetto á enskunni. Það er nú reyndar upphaflega úr ítalsku. Svartatöflur aðbrigði sem er kennt við Fischer, Bobby Fischer heimsmeistara. Ég ætla aðeins að tefla svona, reyna að tefla skemmtilega. Ég á það til að tefla svolítið svona sem er kallað kannski stöðulega, en gáum hvort við getum eitthvað reynt að nota hrókinn á hálínunni í einhvers konar sóknar tilburði. Nú, hann leikur þessu drottningi einleik. Það á það til að hjálpa. Nú ætla ég að stoppa riddar og koma inn á D4 reitin. Nú er ég bara liðið yfir, nú vil ég bara gera allt af öryggi. Hann leikur örugglega riddari B4, reynir að skáka mig hér. Þá hróka ég bara. Og allt þetta er svona hrókið bara á línuna. Og þegar maður er svona miklu liðið yfir, nú náttúrulega reynir hann að tefla hratt bara. Riddarinn var ekkert svakalega mikið reitum. Reynum að hreykja hérna. Já, eins og núna þegar hann er komið með tapa, eina sem hann getur gert í rauninni er bara að tefla hratt og reyna að vinna á tíma. Sýna ekki hvað þessi riddar það að gera þarna. Ég setja á hann með tveimönnum, hrók og drottningu. Nú er að reyna að fara að hinga tilbaka. Og þá næ ég að skipta upp á fleiri mönnum. Og eftir því sem ég skipta upp á fleiri mönnum, því auðveldara verður að einbera vinningin að gefast upp. Við skulum taka aðra þess að frekar í styttri kantinum. Og hann leikur E4, þá ætla ég að tefla mína byrjun sem heitir frönskvörn. Hann leikur riddari D2. Traustafbrigði, kennt við meistara Siegbert Tarrasch sem var að ég held þjóðveri. Við sjáum við teflum þetta mjög hratt, þetta er allt þekktir leikir, þetta er svokölluð teóría. Riddari H5. Þetta hef ég telt í kappskák. Og já, skiptum við svo. Hann dreipur hana, nú þarf ég að reyja upp. Dreip hér, já. Það telti ég í skák við Jón Egill Árnason, kappskák, fekk fína stöðu. Munurinn kannski sá að kóngurinn er að H8, hann skákaði ekki á H7. Nú er biskup, ég að setja hrókinn er aðaleikurinn, þá forðaði ég biskupnum fórnaskipta, menn það er fín færi. Það sem við 3 mínútna skák, þá er ég ánægður með það að hann sé að taka sér tíma núna. Tíminn skiptir töluverðu máli í þessum 3 mínútna skákum. Og þessar 3 mínútna skákir eru líklega svona algengustu skákinnar á netinu, með þeim. Það er líka til skákir sem er nota 1 mínútu, það er á eitthvað skipti skákin getur á köflum verið hálfgerð steypa. Ok, ég er með peð fyrir skiptamun og mögulega get ég reynt að notfæra mér kongstöðun hennar drottninguna H5 kannski í einhverjum stöðum. Ef hann spöðum biskupum tilbaka þá get ég líka F4 og það er kannski erfitt fyrir hann að virkja hrókana eins og er. Og hann tekur sér góðan tíma til að hugsa. Þannig að ég líst vel á það. Biskupum til frá G3, nú held ég að líka F4. Nei, þá er tryggs, já. Hann getur drepið það og það er mát í borði. Sjáu það, F4, riddari, biskupur, drottning, hrókur, E8 skák. Þannig er gott að kóngurinn missar G8 fyrir hann. Þannig ég verð að fara tilbaka núna.
ég yfirsett eitthvað, hann setur biskupin inn. Hann setur biskupin inn. Kannski gæti ekki biskup B4 á hann, svo F4. Þannig að Már er að klúrað einhverju. Már er að klúrað einhverju. Nú ætla að setja riddarinn á F4. Már er að klúrað þessu. Hvernig er best að gera þetta? Hvernig er best að gera þetta, krakkar? Ég held ég verð að reyna að stoppa menninas aðeins. Ég mátti ekki hleypa riddaranum af F4, þannig ég verð að gefa hana. Held ég. Þannig, ok, biskupin fyrir hér. Fókus í 8. Þannig aðeins að passa sig. Það er ekki kannski skákað. Sýkur ekkert á því. Ég leggi hér fyrst. Ok, vill hann líka B4 mögulega. Þannig, ef hann dreipur á E6 þá skákar ég á H5. Það er B4, já. Já, auðvitað, hvað er að mér? Hér, hérna, svona, nei. Skák, teki. Það virðist vera. Það virðist ekki vera nóg gott fyrir mig. Því miður. Og nú er ég að missa hann á tímanum. Þetta er bara hann að já, þetta er að klúrast. Ég er að tapa þessari skák. En ég held að ég hef ekki átt að gera á eitthvað spil hérna. Nei. Já, þetta er mjög erfitt. Ég klúraði þessu. Mér fannst eins og hann hefði tellt þetta. Átti ég biskup G5 en ég skal ekki bara. Mér fannst eins og hann hefði tellt þetta ónákvæmt, en ég náði ekki að nýta mér það. Nú er ég komið sömu stöðu hann áðan, nú verð ég að tefla hratt. Nú er ég ekki drókning F7, þá fæ ég kannski mótspil með drókning yfir E5. Fæ ég kannski samt. Ekki með þessum mennum í spilið. Reykjan aðeins. Reykjan og Reykjan. Check. Hér er, þú segir skák. Hérna. Check. Ég á bara lítinn tíma hérna, það er því miður. Og lítið sem ég geti gert hérna. F7 er fyllleikur. E6. Örugglega fyllleikur líka. Check. Náða valda, það er góða leikur. Ok, þetta er fínt, við viljum ekki hafa þessi vídeo of löng. Já, svona getur þetta verið, upp og niður. Fyrir skákið var létt. Seinni skákin hefði átt að ganga betur, fannst mér en. Svona getur þetta verið. Vonandi hafði einhver gaman af. Takk fyrir.